Komið sæl og velkomin í forystusætið. Á næstu vikum ætlum við að ræða við alla forsetaframbjóðendurna 12 og fyrstur Ástþór Magnússon. Við fylgdum honum eftir í dagsins önn fyrir skemmstu. Við skulum kynnast Ástþóri áður en við höldum lengra. Þetta hús Friðar 2000 sem ég keypti strax eftir forsetakosningar 1996 fyrir nærri 28 árum. Og hér eru leifar af útvarpsstöð. Hér var myndver og útvarpsstöð. Það búið að breyta því núna í íbúð fyrir palestínska flóttamenn og hér ég með 5 manna fjölskyldu sem að flúðu undan ofsóknunum niður í Palestínu. Hér eru fjölskyldumyndirnar og það frá því föður mínum og móður minni og dóttur minni og systkinum mínum. Já, þetta eru myndir frá Palestínu og Ísrael. Ég fór bæði til Ísrael og Palestínu fyrir einhverjum 20 árum síðan og myndaði lífið þar og hvernig lífið þar undir styrjöldinni. Hérna mynd af börnum að leik í Jerúsalem. Stelpan að leika sér með varalit og strákurinn með byssu, leikvangabyssu. Ég heiti Ástþór Magnússon. Fyrir 30 árum síðan var mitt lífsett í uppnám þegar mér sýnt inn í framtíðina. Ég fikk 3 sýnir sem urðu til þess að ég yfirgaf blómlegt fyrirtæki, seldi einkaþotuna til að fjármagna friðarsamtök. Nú erum við stödd í húsi Friðar 2000 á Íslandi. Hér hefur verið í 28 ár að vinna því að við virkjum embætti forseta Íslands til friðarmála. Nú höfum við engan tíma til að missa. Fólk spyr oft hvar á milli framboða. Mér finnst nú reyndar stór skemmtileg svo skýring að ég liggi í formalíni. Málið það reyndar að ég bara lifi heilsusamlegu lífi, ég fer út að ganga á lítinn hund. Hérna ég svona voðalegur ljósmyndatöffari niður í bæ að mynda sumastúlku Vísis. Ég mynda alltaf sumastúlku Vísis þegar ég var í skóla, þá var þetta aukatjópi hjá mér. Ég tók til dæmis mynda úr þorskastríðinu. Ég tókst þannig á mynd úr flugvél af Bretum að flagga sjóræningja frá hana. Og þetta var náttúrulega mjög mikilvægt innlegg inn í baráttuna. Ég var með fyrstu litmyndirnar frá Vestmannaeyjagosinu sem fóru út til Evrópu. Ég fór fyrir Sunday Times þegar ég var í námi og það var selt út allan heim og ég mætti á skólan dálítið seinna á splunkunni bíl sem ég keypti fyrir ljósmyndapeninga. Ég var bara skólastrákur. Nei, ég var alltaf í einhverjum business sko. Ég byrjaði á því að halda leiksýningar í bílskúrnum föðumis heima og réði systur mínar 2 og systur son minn sem nú reynda þjóðþekktur maður í dag hérna. Þau fóru í að selja miðana og svoleiðis á leiksýningarna sem við héldum í bílskúrnum. Og svo setti ég upp prentsmiðju, fann gamlan svona fjölritara sem ég gat keypt, Slippfélagann í Reykjavík og byrjaði að framleiða jólakort. Og ég gekk með þetta í hús og seldi þetta. Sko, ég þurfti náttúrulega pening til að kaupa eitthvað eins og krakkar þurfa og nú foreldrar minni voru ekkert að móka í okkur einhverjum peningum. Þau vildu að við myndum læra að standa sjálf á eigin fótum og það hef ég gert og þetta var bara gott veganesti. Velkomin, Ástþór. Ég eiginlega verð bara að byrja því að spyrja þig, hver hann þessi þjóðþekkti systursonur þinn sem var með þér í leikhúsinu hérna í dag? Já, hann heitir Jón Gunnarsson og var ráðherra hérna. Fyrir þetta dómsmálaráðherra? Já. Já, hérna, þetta vissi ég ekki. Hann talar að ég hafi verið harður húsbóndi. Já. En ég lærði það af föður mínum að við eigum ekki að vera sérhlífin, við eigum að vinna og leggja okkur á mörkum í vinnu og til þjóðfélagsins. Já, og þú ert reyndasti frambjóðandinn í þetta skipti. Þetta í 7. skipti sem þú býður þig fram til forseta. Þú hérna ert komin hingað. Hvernig leggst þetta í þig í þetta skipti? Já, það náttúrulega mjög umhugsunarvert að þjóðin sé ekki búin að vakna fyrir þessu málefni og ég var nú á NATO-fundi þarna 75 ára afmæli NATO núna og það var út í háskóla. Ég kom hingað beint þaðan og umræðan þar snýst dálítið mikið hernað og svona í staðinn fyrir kannski það sem að mér finnst að hlutverk Íslands segja að vera rödd friðarins og nú erum við komin á þá braut að það farið að kaupa vopn sem eru notuð 1000 kílómetri burtu frá okkur
notuð utan NATO-svæðisins, notuð í stríði sem snertir ekki beint varnir Íslands og menn eru farnir að fara hansi frjálslega með valdið. Ég bar upp spurningum þetta á þessum fundi og það var þingmaður sem svaraði því til þar að hann teldi að utanríkisráðherra hefði haft víðtækan stuðning fyrir eins og vopnakaupum á Alþingi, en ég hélt ekki að lýðræðið ætti að virka þannig að menn bara prívat teldu eitthvað svona. Það ætti á að fara náttúrulega fram umræða þá á þinginu og atkvæðagreiðsla og svona alvarlegt mál finnst mér raunverulega að fara fyrir þjóðina. Mér finnst að þjóðin eiga síðast orðið áður en að Ísland lætur af áratuga friðarstefnu og við komum út í stríð við aðra þjóð langt í burtu. Við höfum reynsluna af því hvað gerðist þarna með Íraksstríðið. Íslandingar studdu það stríð. Það fannst mér algjörlega út í hött og ég held að flestir sjáu það eftir á að það voru mikil mistök. Þarna var Ísland stuðningsaðili stríðs Bandaríkjaforseta sem var gjörsamlega ólöglegt og olli milljónir manns féllu í kjölfarið út af efnahagsþvingunum og stríðinu. Akkurat. Og við erum endurtaka sama leikinn og virðist ekkert læra neitt. Nei, akkurat, ég langar til þess að spyrja þig nefnilega að framboð þín hafa frá upphafi haft bara þetta mjög skýra markmið að berjast fyrir friði í heiminum. Þú ert ekki síður þekktur fyrir það að beita svona, hvað ég að segja, frumlegum og það sem þú kallar í bókinni, þetta eru svona leikrænar aðferðir tjáning sem þú notar meðvitað til þess að koma til þess að vekja athygli á málstæðinu. Þú til dæmis fórst eins og frægt var fylgd með jólasveinunum til Bagdad og Sarajevo og mætti sér sjálfur í jólasveinabúningi Héraðsdóm árið 2002. Mér langar bara til að spyrja þig, náir þú kjöri? Myndirðu halda áfram að beita þessum leikrænu aðferðum í embætti? Nei, svona leikræn tjáning á náttúrulega ekki heima í forsetaembættinu. Það myndi ég náttúrulega aldrei gera. Þetta ger ég sem forsvarsmaður friðarsamtaka. Þetta er náttúrulega fermingarbarns aðferðir forstöðumanns friðarsamtaka að nota þetta, nota blóðlíki í héraðsdómi þegar verið að dómtaka mál og misnota réttarkerfi á þeim degi sem búið að myrða 5.000 manns í Írak með stuðningi okkar Íslendinga og svo jólasveinabúningin nákvæmlega upp á ár var það eiginlega sem að málið tekið fyrir aftur þar eftir að flug mitt var stöðvað út af Keflavíkurflugvelli með blikkandi lögreglubílum. Það kom bara lögreglubílar blikkandi ljósum og stöðvuðu flugvélina og fór í loftið og byrjuðu að rúlla á stað þegar allt var stöðvað og allur varningurinn tekinn af og okkur bannað að fara. Og þetta var náttúrulega bara gripið fram fyrir hendurnar á frjálsum félagasamtökum. Það var ráðist inn í skrifstofu félagsins. Fólk var gert hrætt við að styðja samtökin, að taka þátt í starfi samtakana. Þetta var náttúrulega bara eins og í einræðisríki. Og þetta við eigum náttúrulega að passa upp á að ráðamenn get ekki valsa svona með sitt vald. Akkurat, og þess vegna er ég að tala um þetta með vopnakaupin. Ég tel að það sé mjög hættulegt fordæmi ef við látum þá óátalið að einn einstaklingur, þó hann heiti utanríkisráðherra, taki einn ákvörðun það að kaupa vopn fyrir 100 milljóna af skattfé þjóðarinnar. Já, akkurat. Mér langar til þess að spyrja þig, við förum í utanríkisstefnuna á eftir, en mér langar til þess að spyrja þig aðeins út í þessar sýnir eða vitrænir sem þú hefur verið sem þú lýsti núna áðan og breyttu lífiðinu og fenguðu til þess að bjóða þig fram upphaflega. Ein þessara sýna lýsir atburðum sem eiga sér stað á næsta ári, árið 2025. Já. Og þú segir frá þessu í ljóði á blaðsíðu 15 í bókinni. Já, í bókinni Virkjun besta, sem að fólk getur að lesa á núna.is. Akkurat, mér langar bara til að lesa byrjunina á þessu ljóði. Þetta byrjar svona: Stóllinn færðist hægt í gegnum mannfjöldan fram hjá píramídanum mikla. Burðarmennirnir silkiklæddir, fólkið var fyllt gleði. Loksins var dagur friðar, ári var 2025, loks var hann hér. Já. Og þetta er hann með stóru hái. Og mér langar bara til að spyrja, þetta þú sem þú ert að lýsa, eða er þetta einhver annar sem er borinn í gegnum mannfjöldan í sýnin? Ég held að þetta sé ekki ég. Hver er þetta? Ég veit það ekki. En þetta voru skilaboð sem ég var fært með þessum hætti til þess að gefa mig styrkinn til að standa í þessu 28 ár.
hvað það sem þú heldur að gerist á næsta ári sem að eiginlega, það hljómar eins og það sé komið á ögurstundu? Já, ég held að það sé komið á það. Ég held að við getum búist við því að verði ráðist á okkur með kjarnorkusprengju ef að við ekki náum að friðsælast við kjarnorkuveldið sem að, í dag verið að nota byssukúlur sem að íslenska þjóðin hefur borgað fyrir. Það notað í skriðdreka sem að skjóta inn í Rússland og drepa þar fólk og það mikil reiði þar. Það búið að skilgreina Ísland frá því að vera friðarríki og frá því að vera vinaþjóð Rússa í að vera óvinaþjóð og hernaðarlega séð Ísland mjög mikilvægt skotmark ef að til dæmis á að grípa til kjarnorkuvopna. Hernaðarsérfræðingar að tala það að þeir búast við að brjótist út styrjöld með kjarnorkuvopnum á norðurslóðum. Þá Ísland alveg augljós skotmark. Við erum hérna með flotastöð, við erum með stjórnstöð, hernaðar á Keflavíkurflugvelli, við erum með kafbátastöð í Hvalfirði. Ef það yrði varpað kjarnorkusprengjum á þetta, þá myndi það setja íslenskt þjóðlíf og líklegast leggja Reykjavík í eyði í allavega 100 ár. Þannig að þetta mjög alvarlegt mál og mér finnst við ekki geta tekið Nei, ég að velta fyrir mig því við höfum nú talað við alveg töluvert af stjórnmálafræðingum og varnarmálasérfræðingum hérna og það ekki margir á sama máli og þú í þessu. Við séum í raunverulegri hættu að verða fyrir kjarnorkuárás. Er þetta hræðsluáróður? Nei, farðu tilbaka í tíman og skoðaðu umræðuna frá því rétt fyrir heimsstyrjöldina og seinni heimsstyrjöldina. Samtíma fólki sá ekki hættuna. En í dag það bara starrið, það ekki bara ég að tala um þetta. Það bara síðastliðinn föstudag var í Morgunblaðinu grein þessa hættu. Hernaðarsérfræðingar að tala um þetta. Það kom bók út í Bandaríkjunum fyrir bara nokkrum vikum síðan frá konu sem að talaði við menn í stjórnkerfunum þar og í Pentagon og annar staðar og hún gaf út þessa bók og telur meiri líkur minni á kjarnorkustyrjöld og talar það að það muni milljarðar manns deyja. Já, ég að velta þið fyrir mér af því að þú hefur þessa sannfæringu þína frá þessum sýnum. Heldur að það sé einhverja líkur á því að þú myndir fá fleiri svona sýnir ef að þú yrðir kosinn forseti? Gæti þetta væri þetta eitthvað sem færi að hafa áhrif þá á utanríkisstefnu Íslands? Ég á ekkert von á fleiri sýnum. Ég tel að þessar sýnir hafi verið veittar mér til að gefa mér þennan styrk að stíga fram. Ég hafi aldrei tekið þátt í stjórnmálum. Ég var ekkert mikið fyrir það að vera í fjölmiðlum og mér gefinn þessi kraftur að stíga fram og berjast á móti straumnum núna í 28 ár með þennan boðskap til að reyna að vekja íslensku þjóðina upp og átta sig á hættunni og okkar hlutverki. Ég tel að Íslendingar hafi fengið frið í vöggugjöf. Atburðurinn sem gerðist á Alþingi árið 1000 þegar að Þorgeir Ljósvetningagoði skreið undan feldinum með tillöguna að því hvernig væri leyst deilan trúmál. Sýndi mjög mikið umburðarlyndi, óvenjulegt umburðarlyndi fyrir þann tíma og ég hef líkt þessu við jólaguðspjallið. Þetta jólaguðspjall Íslendinga. Við eigum að boða þetta jörðina og forseti Íslands getur orðið þessi kyndilberi, þessi fánaberi friðar sem getur farið jörðina og byrjað að stuðla því menn fara að tala friðarlausnir frekar en hernaðarlausnir. Þú segir að þitt fyrsta verk, ef þú verður kosin, verður að fara til Moskvu og semja við Pútín frið. Nú eru leiðtogar annarra stórvelda og alþjóðastofnana búin að vera að reyna að koma á einhvers konar sambandi og reyna að koma á friði við Pútín. Hvers vegna ætti hann að tala við þig en ekki við þá? Ég tel að hann myndi tala við forseta Íslands. Ég tel að Ísland hafi þá rödd og þá virðingu að tala fyrir friði. Við erum eina vopnlausa þjóðin. Hefur þú sendt út einhver skilaboð, hefur þú fengið einhver merki þannig frá Rússlandi að þú hefur næðir þessu talsum? Ég ekki forseti Íslands í dag og get náttúrulega ekki gert þetta nema í slíku embætti. Forsvarsmaður friðarsamtaka getur ekki blanda sér inn í þessa umræðu með þessum hætti sem það að gera á stjórnmálasviðinu. Það þarf að vera frá embætti eins og þjóðhöfðingi embætti. En þessi friður, ef að segjum að svo að þetta tækist og þú kæmir á þessum friði, þetta ekki alltaf friður á forsendum Rússlands? Myndi þetta ekki alltaf þýða það að Úkraína þyrfti að gefa eftir það landsvæði sem Rússar hafa náð undir sig til þessa? Það var styrjöld 1648 sem var leyst með samningum í Sviss
og þá var Sviss gert að sambandslýðveldi og svipaða lausn lögðum við til frá friði 2000 áður en að innrásin hófst inn í Úkraínu. Við sendum til dæmis forseta Úkraínu þessar tillögur og íslensku ráðamönnum og báðum fyrir það að það yrði skoðað og talað á kannski með slíka möguleika. Þess að Úkraína yrði innlimuð í Rússland? Nei, Úkraína yrði hlutlaust sambandslýðveldi, þannig að það yrði þá þannig að hugsanlega eins og Krím gæti orðið sjálfstætt ríki undir Kíev, en þetta hlutlaust ríki, svona svipað eins og Sviss. Og ef að þessi leið væri farin, að þá tel ég að Úkraína geti orðið mjög blómlegt ríki. Það yrði miðstöð viðskipt á milli austurs og vesturs og myndi mjög hratt vaxa upp sem öflug þjóð. En hvað myndi þá gerast í næstu innrás? Segjum að nú, ef Rússar myndu nú til dæmis fara að ráðast til dæmis inn í Moldóvu eða Pólland eða Finnland? Mér langar að bæta inn við þetta, sko. Mér langar að bæta inn við. Sko, valdið þarf að vera hjá fólkinu. Já. Sko, ég að tala laust þar sem valdið hjá fólkinu sjálfu. Hjá Úkraínufólkinu? Hjá fólkinu sem býr á þessum svæðum, já. Áður en að Rússar réðust þarna inn, þá voru 4 milljónir samkvæmt tölum frá Sameinuðu búin að leggja á flótta frá Úkraínu og það voru sko, þessi styrjöld á sér langan aðdraganda. En auðvitað get ég ekkert hérna í örstuttu viðtal við þig komum nákvæmlega með lausnir. Ég bara veltaði fyrir hvað gerist næst? Ef Rússar ráðast til dæmis næst inn í Moldóvu eða segjum Pólland og gömlu Eystrasaltsríki sem finnst sér raunverulega ógnað af Rússlandi, hvernig ætti þá að bregðast við því? Rússum finnst sér ógnað af NATO. Það háar umræðum það að NATO hefur verið að færa sig til austurs með miklum þrýstingi og menn ásaldust í flotastöðuna í Sevastopol fyrir bandarískar herskip og NATO-flota. Og það náttúrulega auðvitað eitthvað sem maður getur skilið, að Rússar get ekki sætt sig við. Og ég held að þetta sé ástæða þess, það verður sér styrjöld, hún kom ekki úr einhverju tómarúmi. Það voru miklar viðvaranir og það var mikið reynt að ná samkomulagi við NATO-þjóðurnar að láta af þessari útþenslu. Og þannig við þurfum auðvitað bara að byrja þessa samninga, byrja þessa friðarsamninga. Ég verð bara að fá að spyrja, hvað með stríð á Gaza? Ætlar að reyna að ná samningum við Netanyahu líka? Já, við erum með verkefni hjá Friði 2000 sem er Alþingi í Jerúsalem og hugmyndin þar er svo að það sé sett upp svona umræðu vettvangur í Jerúsalem sem fólki af svæðinu getur komið byrjað að ræða málin. Það er eitthvað sem við þurfum að leysa líka. Ég held að það muni reynda að taka eins lengri tíma en Úkraínudeilan. Ég held að hún sé frekar einföld að leysa hana. Já. Ég held það. En ég bara vona að fólk átti sig á því að ef það er að kjósa sko aðra en friðarframboðið, þá er það svolítið að styðja þessa hernaðarstefnu. Ef að friðarframboðið fær engan stuðning, þá eru það skilaboð til stjórnvalda. Haldið þið bara áfram að kaupa vopn í okkar nafni. Okay. Þannig þetta er spurningu það, hver einstaklingur á Íslandi sem er kjósan, hver kjósan, hann þarf að gera upp við sig. Styður hann stríðstefnu eða styður hann friðarátak? Mér langar til þess að víkja aðeins sögunin að innlendum málum. Þú talar í bókinni fyrir beinu lýðræði. Já. Að almenningur geti lagt fram frumvörp til laga og þjóðaratkvæðagreiðslum verið fjölgað og fólk geti meðal annars greitt atkvæði í hraðbönkum. Já. Hvers vegna hraðbönkum? Það er vegna þess að þar er ég að tala mögulega þróun beins lýðræðis og að það væri svona reglubundnar kosningar, það væri svona Alþingi myndi búa lög undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það væri bara partur af ferli Alþingis að ætla að leggja mál beint í þjóðaratkvæðagreiðslu. Bara aðferðafræðin að nota hraðbanka? Já, það er vegna þess að þá er engin annar að hafa áhrif á hvernig þú kýst. Þú getur skotist í hraðbanka. Ég hef talað það kannski að atkvæðagreiðslan geti tekið 5 daga og fólk geti þá farið eftir henduleikum í hraðbanka. Það er ekki heima hjá sem einhvern annan yfir sér ákveða fyrir það hvað á að kjósa. Það getur verið frjálst. Sko, þú vilt að þingmönnum verði fækkað og völd þeirra verði minnkuð, en forsetinn verði eins konar svona eftirlitsmaður lýðræðisins, samþykki öll lög, skipi ráðherra og hlutist til störf þingsins.
Þetta eru allt breytingar sem þyrfti að komast í gegnum stjórnarskrá og þannig að þyrfti 2 þing að samþykkja og þetta þyrfti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Finnst þér mikla líkur á því að núverandi þing myndi hleypa þessi gegn? Vandamálið sem við eigum við í dag að menn fari ekki eftir stjórnarskráni. Það til dæmis þetta með vopnakaupin. Það stjórnarskrárbrot. Ég er að tala um breytingar á stjórnarskrá. Ég er að tala um það. Menn fari ekki eftir stjórnarskránni. Það náttúrulega mikilvægast að fara eftir henni. En það getur vel verið að þurfi að breyta stjórnarskránni. Mikið af því sem við höfum náttúrulega talað þarna í bókinni beint lýðræði, þetta náttúrulega þróunarferli. Ég ekki að tala um að þetta gerist í fyrramálið. Nei, til dæmis bara þetta með þessi auknu völd forsetans. Þetta eitthvað sem beinlínis þarf að fara í gegnum. Það ekki verið að tala um aukin völd forsetans. Það bara að tala að hann sinni sínu eftirlitshlutverki. Hann ekki að gera það í dag. Ef hann samþykkir öll lög og skipar ráðherra, þá náttúrulega eru völdans aukin með það sem þau eru í dag. Forseti skrifar undir öll lög í dag. Hann skrifar undir þau, en þau þurfu ekki, hann samþykkir. Þetta bara nákvæmlega það sem að gera. Já, ef hann samþykkir þau ekki, þá skrifar hann þau ekki undir þau. Ertu að tala um að forseti sé að skrifa undir lög sem hann samþykkir ekki? Ertu að tala um að forsetin eigi bara að vera stimpill? Þú talar um fundi? Ertu að tala um að forsetin eigi að vera bara stimpill fyrir Alþingi og stimpla hvaða vitleysa sem kemur þaðan? Ertu að tala um það? Ég er að tala um núverandi kerfi. Það núverandi kerfi? Það þarf undirritun forseta, en það þarf ekki beinlínis fundi með ríkisstjórninni, eins og þú ert að tala um. Þar sem þau bera öll lög undir hann. Þú færir mér tíðindi. Ég held að veru ríkisráðsfundi sem veru haldnir með ríkisstjórninni og þar ætti að bera öll stærri mál. Þú talar um að þú færir yfir öll lög með ráðherrum, með þinginu og myndir gera það á fjarfundum ef þú værir einhvers þar í útlöndum. Það það sem forsetinn í dag. Hann á að fara yfir það. Og ef hann ekki að fara yfir lögin sem hann skrifar undir þá, það mjög alvarlegt mál. Þú segir mér fréttir. En það nefnilega einmitt, þá komum við aftur að þess að ég var að tala um áðan. Að þetta að kaupa vopn tel ég mikilvæga ákvörðun í íslenski stjórnskipan og það brot á stjórnarskrá að það hafi ekki verið borið undir forseta á ríkisráðsfundi. Það stendur skýrum stöðum í stjórnarskrá. Allar meiriháttar ákvarðanir í stjórnskipan og í stjórnarathöfnum, allar meiriháttar ákvarðanir skal bera undir forsetan á ríkisráðsfundum. Og ef það ekki gert, þá eru menn að brjóta stjórnarskrá. Hvað með þetta skipa ráðherra? Þetta þyrfti væntanlega að fara í gegnum stjórnarskrárbreytingu, það ekki? Ég meina, forsetinn skipa ráðherrann í dag. Já, ég er bara að velta yfir, þurfum að halda áfram. Ég er að velta fyrir mér, ef þú vilt breyta stjórnarskráni og utanríkismálastefnu Íslands, eins og þú ert að tala um, væri þá ekki einfaldara að gera það til dæmis bara í gegnum Alþingi? Hefur það hvarflað að bjóða þig fram til Alþingis í staðinn fyrir að gera þetta í gegnum forsetann? Mér finnst auðvitað að ég fari í gegnum Alþingi. Þess vegna er ég að setja spurningaverki með það sé búið að breyta utanríkisstefnunni að frumkvæði einstaklings og það hafi ekki farið í gegnum Alþingi. Það hefur ekki farið í gegnum Alþingi, það engin umræðu. Við erum farin að kaupa vopn fyrir 100 milljóna, farin að há stríð 1000 kilometrar í burtu sem kemur ekkert vörnum landsins við og þetta ekki búið að fara í gegnum Alþingi. Þetta ekki eins og búið að bera þetta undir forsetann. Ég meina þetta bara brot á stjórnarskrá, brot á þjóðaröryggisstefnunni og brot á NATO-sáttmálanum. En Ásþór, af hverju er ekki einfaldar að gera þetta sem þú myndir bjóða þig fram til Alþingis frekar en þú gerðir þetta í gegnum forsetaembætti? Það er kannski það sem ég er að reyna að spyrja þig. Forsetaembætti er þverpólitískt embætti, þess vegna er það embætti sem getur unnið að friðarmálum eins og ég er að tala um. Ég er með ýmsar tillögur í bókinni að beita lýðræði, það er þróunarferli. Ég hef talað um það að hér þið sett þróunarstofnun lýðræðis sem myndi þróa nýja leiðir í lýðræði sem væri svo hægt að kynna út allan heim. Já. Af því að lýðræði og samspil stjórnvalda og almennings er grundvöllur af friðsamlegu þjóðfélagi. Já. Ég ætla að fá að spyrja þig bara að lokum. Bara örstutt, ef þú værir ekki sjálfur í framboði núna, hvern myndir þú kjósa til forseta af þeim sem eru nú í framboði? Sko, það skiptir engu máli fyrir fólk hvern af þessum 11 þeir kjósa. Þetta fólk mynd alltaf vera tilbúið til að standa með kjósendum í stríði. En ég er ekki tilbúin í það. Ég vil vinna til friðar og ég vil fara og ná friðarsamningu við Rússa áður en að okkur tortímt hérna með kjarnorkusprengju. Þetta er mikill ábyrgðarhluti að ætla að kasta atkvæðinu í fólk sem ætlar að gera eins og þú ert að tala um í þessum þætti
stimpla bara alla vitleysu sem kemur frá Alþingi. Það er ekki hlutverk forseta. Forseti á að vera vörður, hann er fulltrúi þjóðarinnar, hann á að standa vörð hagsmuni þjóðarinnar á Bessastöðum. Þetta verða loka orðin hérna í kvöld. Takk fyrir komuna, Ástþór Magnússon. Við höldum umfjölluninni áfram annað kvöld. Þá verður það Halla Hrund Logadóttir sem kemur hingað í forystusætið. Verið sæl.